Rafrænir reikningar, við ætlum að fara aðeins snöggt yfir það. Það er bæði hægt að senda rafræna reikninga og móttaka inn í DK-ið. Ef við byrjum á sendingunni, þá er eina sem við þurfum að gera, við þurfum að fara í skuldunautar, efst hérna í skuldunautar, smellum á það og finnum þann skuldunaut sem er að óska eftir rafrænum reikningum frá okkur. Hittum á Enter og opnum spjaldið, förum á flipan sendingamátar og hér í neðri helmingnum er komið nýtt rafræn viðskiptaskjöl og við setjum haki að vinna með rafræn viðskiptaskjöl hérna, skoða umgerðir og þá kallar DK-ið í skeytameilarann og athugar hvort að viðkomandi er skráður. Ef að kennitalan kemur hérna inn og hakið helst hérna inni sem við settum, þá er viðkomandi í móttöku á rafrænum reikningum. Svo er það valkvætt hvort við tökum hakið úr ef við erum með haka senda reikning á prentara og senda reikning í tölvupósti. Ég mæli með því að við tökum hökin hérna út af því það getur ruglað að fá bæði á pappír og tölvupósti og rafrænan. Og þægilegasta er að fá þetta bara rafrænt beint inn í bókhaldið sitt. Svo smellum við bara F12 og þá erum við í rauninni búin að merkja viðkomandi. Svo þegar við gerum sölureikninga viðkomandi að þá fer reikningurinn sjálfkrafa. Við þurfum ekkert að ýta honum neitt frá okkur. Mér finnst þægilegt að hægri smella hérna og sína dálka og finna dálk sem heitir vinna með rafræn viðskiptaskjöl. Hann er hér, við hittum á bilslána og áfram og þá sjáum við að viðkomandi er merktur ef það er hakið. Þetta er í rauninni allt og sumt sem við þurfum að gera. Þá kíkjum við saman móttökuna. Móttaka rafrænna reikninga fer í gegnum lánadrottnakerfið. Þá förum við í lánadrottnar, skrá reikninga. Hér inni erum við að skrá bara venjulega reikninga sem við fáum á pappír á hefðbundinn máta, en ef við ætlum að sækja rafrænu reikninguna þá smellum við á F5 valmynd og veljum sækja rafræna reikninga. Þá köllum við í skeytamiðlarann og sækjum öll skeyti sem bíða þar innlestar. Hérna sótti hún reikninga, fullt af reikningum, en hún veit ekki hvernig á að bóka, þannig að engin reikningur var stofnaður beint, heldur lendaður hérna í þessari millimynd. Og við þurfum í byrjun að kenna kerfinu hvernig við viljum bóka rafrænu reikningana. Við getum verið með fastan gjaldalykil inn á lánadrottnaspjaldinu. Ef við förum inn á lánadrottinn, ef við tökum til dæmis, ef við tökum fálkinn, hittum á Enter hérna og hér á flipan með innkaup getum við fest gjaldalykil. Ef að það er nánast alltaf sem við bókum á sama lykil, vörur frá þessum aðila, þá getum við fest bara lykilinn hérna inn á. Hérna var ég búin að setja vörukaup 2100, þannig að í móttöku rafrænna reikninga, því ég fæ reikning eins og frá fólkanum, þá get ég skoðað hann hérna. Ef ég ýti á plúsin hérna, þá sé ég hvað vörur eru undir þessum reikningi. Þetta er vörunúmer frá lánadrottninum. Þannig ég get búið til bókunarskilgreiningu alveg niður á hvert einasta vörunúmer sem við kaupum. Það er gert með því að hægri smella og þá getum við valið nota sjálfgefna bókunarskilgreiningu frá lánadrottni. Það þýðir að hún myndi taka lykil 2100 og setja á þessa vöru. Við getum líka valið að búa til bókunarskilgreiningu ef að þessi vara á ekki að fara á 2100. Þá getum við
sett bara sér bókasleikil hér, lýsingu, og ef við erum að nota tilvísanir þá getum við sett tilvísanir hér. Í þessari bókunarskilgreiningu er líka hægt að velja að sundurliða tilvísanir. Það er ef að sá sem sendir okkur reikning sendir tilvísun með færslunni sem gæti við til dæmis verið bílnúmer, að þá getum við látið kerfið sundurliða miðað við tilvísunum sem eru að koma. Einnig getum við líka sett hérna tilvísun, þannig að ef að kemur kannski þessi tilvísun, að þá farið það ákveðin lykil og svo getum við gert aðra skilgreiningu fyrir aðra tilvísun og hún farið á einhvern allt annan lykil. Þannig að þetta fer svolítið eftir vörunum sem við erum að kaupa. Oftast nær er þetta mjög einfalt, við bókum þetta allt á sama lykil og þá getum við bara í fyrsta skipti kennt kerfinu, en svo getur þetta verið aðeins flóknara. Og þá höfum við þetta tæki til þess að klára það. Ég get líka hægri smellt á reikninginn og sagt nota sjálfgefið. Þú mútum taka allar línurnar sem eru á þessum reikningi og setja þá sjálfgefna lykilinn, sem er 2100 í þessu tilfelli, á allar línur hérna undir. En ef þetta er svo sára einfalt að bara allt sem ég kaupi frá fálkanum má fara á þennan lykil, þá get ég líka hægri smellt á heitið og sagt ég ætla að nota sjálfgefna. Ef ég segi já hérna, að þá mun hún setja það sjálfkrafa allt sem ég kaupi frá fálkanum í framtíðinni á 2100. Á sjálfsögðu ef það er einhver frávik þar, þá get ég breytt í þegar reikningurinn er komin hérna inn á bakvið. Það er ekkert mál. Svo er að skoða reikningana. Þá getum við hægri smellt hérna á reikninginn og sagt birta rafrænan reikning. Ef við viljum skoða hann, þá sjáum við þetta er seljandinn, þetta er kaupandinn og allar upplýsingar reikninginn, línurnar á reikningi, skattflokkana og hérna neðar kemur oft sundurliðin á afslættinum. Hér sjáum við afsláttinn á línunum og sjáum líka tilvísanir og fleira ef það kemur frá sendandanum. Við getum alltaf birt hennar rafrænan reikning, alveg sama hvort hann er hér í þessari millimynd, óbókaður reikningur eða bara bókaður inn á lánardrottinn. Það er alltaf hægt að kalla þetta fram. Þannig að núna er þessi athugasemd sem var hérna áðan, hún er farin. Þannig að ef við gerum hérna F5, búið til reikning út frá færslum, þá stofnar hún einn reikning sem kemur þá í listan hérna bakvið hjá mér. Svo ef við hérna stendur rafrænt viðskiptaskjal er merkt með aðvörun frá skeytamiðlara og það kemur svona rautt X hérna. Þá verðum við að fara bara að birta rafrænan reikning. Þá sjáum við hérna uppi af hverju hann fer á villu. Hérna í þessu tilfelli er það heildarupphæð línu reikning stemmir ekki við magn, einingaverð og afslætti innan línu. Þannig að það er ekki að stemma einingaverðið, afslátturinn og það sem kemur hér í einingaverð. Þá í rauninni getum við hægri smellt á reikninginn, valið annarkvort að samþykkja villureikning eða við getum líka sagt samþykkja alla villureikninga eins og þennan. Þannig að við gerum svona og þá leyfir hún okkur að bóka hann. Hérna vantar skilgreiningu, þannig að ég get farið niður á vöruna, ég segi búa til bókunni skilgreiningu. Hér vil ég setja þetta bara á 2100 og ég smelli á F12 staðfesta og svo get ég sett þessa vöru á einhvern annan lykil og ég get flett annarkvort með því að ýta hérna á kassan eða F2 fletta og leitaði það hérna í bókasleiflunum mínum. Líka leita í textanum. Ef ég segi þetta bara ekki fyrir gjaldfæri áhöld og tæki, smelli á F12, að þá er komin þessi bókunarskilgreining og við getum alltaf skoða hana hér. Þá sjáum þið varpa yfir í 4240 eða varpa yfir í 2100.
Og svo myndi ég halda áfram, klára þennan lista og þá erum við búin að kenna kerfinu hvernig við viljum að þetta bókist. Hér er athugasemd reikningurinn nú þegar til. Þá getur verið að ég hef sér búin að handbóka hann eða þá að hann hefur verið sendur tvisvar. Þá hægri smellum við og veljum eyða reikningi. Því að við ætlum að náttúrulega ekki að bóka hann aftur. Svona, og þá kemur hann ekki aftur inn í þessa mynd. Hérna í listan á bakvið koma þeir sem óuppfærðir reikningar. Hérna er reikningurinn frá fálkanum sem við vorum með áðan og ef þið eru að nota samþykktarkerfið að þá væri hann í rauninni strax tilbúinn til samþykktar. Rafræni reikningurinn kemur hérna sem viðhengi og við getum alltaf farið hér, F5 birta rafrænan reikning, kallað hann fram, skoðað hann og sá sem væri að samþykkja sæja hann líka. Einnig er hægt að fara inn á hreyfingar lánardrottins og taka hreyfingar. Ég á engar hreyfingar. Förum inn á hreyfingar lánardrottins. Hérna eru uppfærðir reikningar, sjáið þið. Þannig hér get ég valið reikninginn, skoðað hann og gert F5 birta rafrænan reikning og flýtileiðin er Ctrl+B. Þannig að við höfum alltaf aðgengi að skoða þennan rafrænan reikning. Það er einnig hægt að taka á móti rafrænum reikningum inn í innkaupakerfi ef við erum að nota það. Og notkunin þar er mjög svipuð. Það þarf að kenna kerfinu og tengja vörur frá lánardrottni við ykkar vörur. Og þá bókast vörurnar inn á lager og inn í lánardrottna og beint inn í fjárhag.